Hróbjartur Lúthersson heldur úti véla- og tækjasafni Vopnafjarðar ásamt félaga sínum Bárði Jónsssyni. Í þeirra vörslu 20 mótorhjól og 80 vélsleðar. Hróbjartur keypti sitt fyrsta mótorhjól 13 ára gamall en það fjármagnaði með því að bera út Morgunblaðið. Hann segir áhugann á bílum og hjólum þó hafa kviknað miklu fyrr. Ég byrja nánast þegar ég fyrir að labba, eða mér er sagt að þegar ég hafi verið svona 2 ára gamall þegar ég fór að greina bíla í sundur á framljósunum í mikilli fjarlægð. Og bakterían hefur greinilega verið mjög slæm þess að ég man eftir í stundu hugsa til þess að þegar ég var í það sem var kallað þá 7. bekkur í dönsku á blaðsíðu 6 eða 7, ég man ekki hvað það var, að þar var mynd af stráki á skellinuru og ég komst aldrei lengra þann veturinn í bókinni, heldur bara þar að og það starði ég á allan veturinn. Ég held ég hafi nú samt skriðið dönskun en það var ekki með neinum glæsibrag, en ég man ennþá eftir þessari mynd og þetta var Yamaha MR Trail 77 módelið sem strákurinn var á. Ég á eina sterka minningu frá því að ég er svona 30 ára, eitthvað svoleiðis, sem ég veit ekki eins og hvort þessi sönn, en þetta er mjög ríkt í hugan á mér, að pabbi átti sem sagt 68 módelið af Ford Fairlane 500 og var að skipta á sem sagt 74 módelið af Fiat. Ég hékk inn í bílnum og grenjaði, af því ég var náttúrulega ekki sátt við þessi viðskipti. Hróbjartur segist hafa farið að safna tækjum á alvöru fyrir 10 árum. Þá fer það að vera meira þannig að maður fyrst var maður að kaupa og skipta á hana, svo fór það bara að þróast út í það að maður var bara farin að kaupa og var meira og meira eftir hjá manni. Er öll tækin í lagi og ert að nýta þetta eða bara? Nei, það er langu þar frá. Stundum er þetta nú bara, er þetta í lagi í huganum sko. Það er að þeysast á einhvers staðar. En þetta er líka svona varðveislu árátta, að sjá þetta ekki allt saman fara í ruslið eða pressað. Það er skemmtileg saga bak við hjólið sem að Hróbjartur fékk í fermingagjöf. Ég keypti þetta hjól þegar ég var 14 ára og þetta er Honda CB400 Nighthawk 1978 módelið. Sel síðan fósturföður mínum og fæ svo símtal fyrir 4 árum að hjólið sé í Noregi, þar í pappakössum. Og það var náttúrulega ekki annað hægt heldur en að láta senda sér það. Og ég fer suður að sækja sem sagt góssið með bíl og kerru. Og sumarhýran hjá konunum minni sem var að vinna sem sagt niður í hjúkrunarheimili fór ég að leysa út hjólið. Og svona aðeins meira dót. Og hún heyrir í mig þegar ég er að koma og er voða spennt. Að bíða eftir að sjá dýrgripina sem voru að koma þarna utan. En það tók hana mörg ára að jafna saman vonbrigðunum þegar hún sá að þetta var bara eitthvað eins og kallaðist drasl í kössum. En þetta er nú eitthvað aðeins að fæðast og hún voru kannski aðeins sáttari þegar á líður. En hvaðan fá þeir félagar alla þessa sleða? Það hefur komið svona góðæristímar í þessu. Eins og við fengum hérna fyrir 3 árum síðan frá Mývatni, gamla safnið þar til vörslu. Margt af þessu hefur bara verið þannig að það er bara hver einasta helgi hefur verið nýtt til að keyra hér og vítt og breytt landið. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra öðruvísi. Þetta er eins og farfuglar, þetta kemur í hópum. Elsti sleðinn er 46 módelið og hann er ekki hérna. Elsti hér er þessi hér sem er 63 módelið, Arctic Cat. Annars eru þið svona á bilinu frá 68 til 85, svona megnið af þeim. Áttu þér einhvern uppáhaldssleða? Já, það er Massey Ferguson eins og er inn í skúr heima sem ég er að leggja lokaðend á. Af hverju? Veit það ekki. Það er eitthvað sem þegar ég sá hann fyrst, hann er byggður að ég var mjög hrifinn á honum sko. Svo er það íslenski sleðinn sem einnig er í miklu uppáhaldi hjá Hróbjarti. Hann kom frá Mývatni þessi. Og mér er sagt að þeir hafa verið framleidd 17,5 eintak og sem sagt á árunum að ég held frá 79 til 1980 og ég er mjög stoltur að hafa þennan í minni vörslu. 17,5? Já, mér var sagt að peningarnir voru búnir þegar að þessi hálfu var framleiddur en ég hef það svo sem ekkert eftir áralegum heimildum. En hvað eru margir gangfærir? Ég myndi segja, þetta er rosalega góð spurning vegna þess að
yfirleitt bara gengi á þá og passa að mótorinn séu lausir. Ef ég ætlaði að fara að sko gangsetja hvern og einn á hverju ári, þá færi bara mjög mikið tími í það. Þannig að maður passa bara að þetta sé laust, sé smurt og faktist séð eru svona 60–70% sem ætti að vera gangvært. En þú sjálfur, ertu á snjósleða mikið? Alls ekki mikið, nei. Finnst það eiginlega ekkert voðalega gaman. Síðastliðin 4 ár hefur safnið aðeins verið opið við sumarmánuðina en stefnt að því að það fari í varanlegt húsnæði næsta sumar og ætti þá að vera aðgengilegt gestum og gangandi allt árið. En telur Hróbjartur mikinn áhuga fyrir slíku safni? Já, ég held að það sé töluvert og sérstaklega svona menn sem að muna eftir þeir voru í sveit í gamla daga og voru á svona tæki eða já, ég myndi segja það. Það væri meira heldur en maður kannski gerir sig grein fyrir. Og þeir sem hafa komið og skoðað þetta hjá okkur hafa verið mjög hrifnir. Þú ert væntanlega hvergi nærri hættur? Ef að konan spyr þá ég hættur. En nei, ég held ég sé enga veginn hættur. Er eitthvað annarkvort hjól eða sleði eitthvað svona algjört draumaeintak sem að þú verður allavega að ná í áður en þú hættir? Áður en ég hætti? Já, það er Honda CB 750 4 73 mótilið. Verður ekki bara að ræða við konun? Er ekki eitthvað sem þú getur mútað henni á móti? Jú, það eru skór. Það eru skór? Og ertu duglegur að gefa henni skó? Já, hún kaupir eiginlega bara sjálf. Þetta er svona þegar ég kem eitt tæki þá sé ég að fjölgar eitt skópar.